lífið bara heldur alltaf áfram bara fullum krafti einhvern veginn. Svo þegar þú lendir í svona að þá að sjálfsögðu fara að hugsa hlutina allt öðru sig. Í þessu mínu tilfelli þá ég bara miklu þakklátari fyrir lífið og fyrir það sem ég að gera og alla í kringum mig. Það margt sem breytist. Í byrjun árs 2021 þá greinist ég með lungnakrabbamein. Ég fer sér þetta í aðgerð á vinstra lunga þar sem helmingurinn af vinstra lunganum er fjarlægður og í framhaldinu fer ég svo í stranga lyfjameðferð. Það var stór hópur á Landspítalanum, að starfsmönnum Landspítalanum sem taka utan mig. Mér fannst svona teymið í kringum það svolítið mikið öryggi. Þetta eitthvað sem ég þekkti ekkert. Ég hef aldrei verið veikur, og ég hef aldrei hugsað eitthvað djúpt út í það, hvernig fólki líði þegar það er svona virkilega veikt. Auðvitað koma hræðilega stundir inn á milli, þú fer náttúrulega að hugsa allt þetta versta. Og ég leyfði mér alveg að gera það. Ég hugsaði hvað gerist án mín. Og það var líka bara svona hlutur sem kenndi mér helling. Það sem bjargaði mér svo mikið var að krafturinn í bara minni fjölskyldu og krafturinn í eiginkonunni og vini mínir. Ég kem frá Vestmannaeyjum og það var alltaf verið að hafa samband við mig og tékka hvernig ég hefði það og samfélagið úti í Vestmannaeyjum er svo einstakt. Maður þarf ekki nema að koma í búð eða eitthvað, þá bara gripið hann og bara ennþá þann dag í dag og verið að spyrja mig hvernig ég hafi það og mér þykir ótrúlega vænt þetta og þetta er eitthvað sem ég mun gera líka sjálfur gagnvart einhverjum öðrum sem greinist. Ég mun alltaf taka það utan hann og bara reyna að hjálpa honum með þetta andlega ferli. Það er bara mikilvægt að bara tala, tjá sig og opna sig bara. Því að þú færð frekar stuðning heldur en hitt. Og ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina. Bara tala þetta. Strákar. Enginn einn. Takk fyrir að vera til staðar. Krabbameinsfélagið.